söngur að við komum hérna til þess að tilbiðja þig, við komum hérna til að beygja okkur fyrir þér, Drottinn, og þú ert ljós heimsins. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, praise you, Lord, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all full of sin, weak and poor. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon
söng í viðbót áður en hann talar, þig vil ég lofa. Lofa
Björn Ingi Stefánsson til okkar, þið sjáðu hann að fara á jakkanum. Við búum við heitri ræðugjöf, Björn Ingi minn. Brettir upp ermar, sko. Gaman að vera með ykkur í dag. Sömuleiðis. Yndislegu dagur. Dagur sem Drottinn hefur skapað. Ég bíð eftir honum Kidda með míkrafóninn. Það er svo gott að fá þær hendur frjálsar. Hvernig má það setja? Bara góður. Heyr allir í mér? Flott. Ég áttu yndislega æsku, var að hugsa þetta á leiðinni hingað, yndislega æsku. Ég hef nú sagt frá því áður þegar ég var 8 ára gamall út á Seltjarnarnesi, nýfluttur þangað, úr Vesturbænum í Reykjavík. Búinn að eiga heimavísu 2 ár þar á undan á Seyðisfirði, en Hannónamál, 8 ára gamall. Og ég var einhvern veginn einn með sjálfum mér. Mamma hafði kennt mér bænir, þannig að vitundin Guð var komin inn í kollinn á mér. Skipti svo miklu máli að við sem foreldrar byrjum að sá þessu sæði strax inn í börnin okkar í upphafi. En allavega þarna er ég út á túnið, það var sólskin, ég elskaði íþróttir, var í fótbolta, ég var í blárri blússu man ég, og ég lá á bakinu í grasinu og ég horfði upp í himininn og ég sagði, Guð, mér er svo gaman í dag, mér líður svo vel, ég vildi ég geti alltaf verið 8 ára gamall. Og uppáhaldsliturinn minn Guð er blár. Svo fór ég svona að opna augun og horfði og skyngdist inn í himininn. Það voru einhver ský á lofti og ég sagði mér, það hlýtur að vera einhver endir á þessu. Það hlýtur að vera einhver endir. Lengri en sólin, renglum tunglið. Og svo reyndi ég að rýna upp í himininn, hann var endalaus. Svo sagði mér, það hlýtur að vera veggur einhvers staðar. Nei, hvað er það á bak við vegginn? En býtu, það hlýtur að vera til endir. Og þetta endaði þannig að ég var svona bara, ég gat ekki hugsað meira, þetta var bara svona pínulítill strákur, þú nærði ekki þessari vitundi, þessari vít. En allavega var að hugsa þetta í morgun og mér langaði að tala ég er búinn að vera alltaf mikið að lesa í Jóhannesarguðspjalli og það segir í upphafi var orðið, og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Þannig að upphafi var þetta orð sem alltaf hefur verið og fyrir hann eru allir hlutir, gjörðir og án hans, er ekki neitt til sem til er. En ég var svona farin inn í þessa pælingu á leiðinni hingað og í morgun þegar ég var svona aðeins að hugsa hlutina, að það eru til 2 heimar. Jesús segir í Jóhannesarguðspjalli 8:23, ég er ekki að þessum heimi, þið eru að þessum heimi. Og hann er að rífast við fariseiana. Hann gefur þetta til kynna, það eru 2 heimar. Og í upphafi þegar Guð skapar himinn og jörð, þá er orðið þarna og hann skapar nýja veröld, alveg yndislega veröld, með jörðinni, með tunglinu, sólinni, himingeiminn, stjörnukerfin og allt þetta. Hann skapar þetta, býr til þessa veröld og býr svo til mann, skapar mann og dýr og það verður til yndisleg plánetta, jörðin sem við búum á í dag. Og þetta var yndislegt líf, yndisleg sköpun, það segir mér í upphafi Biblíunnar að Guð var harðlega mjög ánægður með sköpun sína þegar hann leit á hana. Þvílík og annað eins, kannski engri líkingu við þá veröld sem hann bjó í og hefur alltaf verið til. En þarna var sköpuð veröld. Maður verið til og hann byrjar að ganga með Guði og það virðist vera gott samfélag milli mannsins og Guðs. Við talast við og jörðin blómstrar. Og svo gerist það skelfilega sem við þekkjum öll og við sjáum afleiðingar alls staðar að í dag, að jörðin verður fyrir syndafalli. Maðurinn bregst Guði, snýr sér baki gagnvart Guði og brýtur hans lög. Og inn í þessa veröld streymir myrkur, þessa fallegu yndislegu veröld streymir myrkur. Smátt og smátt inn í líf mannsins og Guð sagði vissulega mynd þú deyja.
og við förum að sjá hnignandi veröld og allt sem fæðist í þessa veröld, það deyr. Þannig að dauðinn kemur inn, sjúkdómar kemur inn, jörðin fer að gefa sér þysla og þyrna, dýrin fara að hegða sér óeðlilega. Þannig inn í þessa veröld kemur eitthvað ljótt og Guð horfir á og það er bara tvennt í stöðunni í rauninni. Annaðhvort bara gleyma þessu, mér var bara á í mistökum eða hvað það var. Guð verður vísur aldrei á, hann gaf manninum val, en hann horfir á heiminn og maðurinn er búinn að brjóta gegn vilja hans, brjóta boðorð hans og myrkrið er komið inn í heiminn. Það er ekki hægt að stroka þetta út. Það verður að gera eitthvað og það er það sem Guð ákvað að gera. Hann segir við höggorminn sem var svona rótin að þessu, sæði mitt mun merja höfuð þitt en þú skalt merja hæl þess, segir hann í upphafi í Biblíunnar. Og við sjáum að Guð hafði þá áætlun að hann sem var frá annarri veröld var ekki maður, hann ætlaði að gerast hold og koma inn í þessa veröld til þess að bæta fyrir okkar misgjörðir. Til þess að ekki bara bæta fyrir heldur, til að lyfta okkur upp á nýjan stað og fæða okkur inn í nýja veröld sína sem börn Guðs. Stórkostlega áætlun. Við getum allt Gamla testamenti ef verið að fara í gegnum þessa áætlun sem við höfum ekki tíma til að fara í núna. En mesta undur veraldar er Jesú. Að hann sem Guð skyldi á einum tímapunkti koma inn í þessa jörð hold. Og allt í einu bara er Guð kominn inn í veröldina. Hann kom ekki eins og Adam. Ég meina Adam var fullskapaði maður, fullorðið maður og Eva þegar þau komu inn í jörðina. En Jesús valdi að koma inn í móðurkvið sem bara sæði himinsins, komin í móðurkvið, vaksa þar upp og gerast lítið barn. Eins umkomur lítið og það er, hugsið ykkur, með allt þetta myrkur í kringum sig, þá velur Guð að fara þessa leið að vera fullkominn maður í gegnum móðurkvið. Hann veit nákvæmlega hvað það er í dag að vera barn. Hann veit nákvæmlega hvað það er í dag að vera unglingur. Hann veit nákvæmlega í dag hvað er að vera fullorðinn. Hann þekkir þig og mig inn og út. Hann er búinn að fá að reyna og upplifa þetta. En þetta undur að hann skildi þetta orð lífsins sem alltaf hefur verið, orðið var hold og það bjóa meðal okkar og öllum þeir sem tóku við þessu orði gaf hann rétt til að vera Guðs börn. Og í öllum mikilfengleika alheimsins þá kemur þetta orð sem er frá annarri veröld, kemur hingað inn og gerist maður á meðal okkar. Til þessna eitt af sjónarhóli, eða leiðarljósi, hann ætlar að fara á krossinn, hann ætlar að deyja fyrir misgjörðir þínar og mínar, fyrir misgjörðir Adams, fyrir misgjörðir allar manna fyrr og síðar og ekki nóg með það, heldur hann ætlar að gefa þeim nýtt líf öllum þeim sem að taka á móti því. Þetta er gjöf sem að Guð hefur gefið öllum mönnum, því að svo elskaði Guð heiminn að gaf son sinn engitinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Fagnaði boðskapurinn til allra manna, þess vegna er svo mikilvægt að við förum út með boðskapinn, stórkostlegu boðskapur. Og einum tímapunkti segir Jesú með harða ræðu gagnvart gyðingunum í 7. kaflanum og í 68. versi þá talar Pétur en hann talar svo harða ræðu, hann segir ef þið etið ekki hold mitt og drekkið ekki blóð mitt, þá munið þið ekki eiga neina hlutdeild í mér. Jesú eilífa lífi. Og hann er að tala það að hann er í sanna brauð sem að gefið er að himnum og við þurfum að neita þans orði. Margir lærisinnar yfirgaf hann og hann snýr sér að lærisinu sínum þessum 12. Ætlið þið líka að fara? Þá segir Pétur, nei, hvernig getum við? Þú hefur orð eilífs lífs. Þannig að orðin sem að Jesús var að tala, þau umbreyttu, þau hefur orð eilífs lífs. Og þessi Pétur, og það ætla ég nú að leggja aðal áherslu mína á í dag, að Pétur gekk í gegnum ýmsa reynslu og mig langar dálítið að undirstrika með þessum formúla grunninn af fyrirgefningu, hvað hún skiptir miklu máli í lífi okkar og í ljósi þess sem ég er búinn að vera að segja. En þegar Jesús fór á krossinn, eitt mesta undur veraldar, þú veist, hann fór á krossinn sjálfviljugur. Hann hefði getað stigið niður á krossinum, eins og þegar ég var að fermast, þegar ég sá hann á styttu í andurinn í Neskirkju, þá
þá stóð ég fyrir framan styttuna og ég sagði, Jesús, af hverju? Af hverju allir að hæðast að þér og spotta þig? Af hverju stekst ekki niður og sýndi þeim bara að þú ert konungurinn? Ég skildi ekki þá að hann varð að gera þetta, var hans vilji algjörlega frá upphafi til að deyja mínum dauða, til að bera mína synd, taka mína synd. Fyrir hans benjar í heill orðin, til að gera nýja veröld aftur að veruleika í þessum fórnardauða sínum. Þannig að sjálfviljugur á einhverjum tímapunkti á krossinum, þá segir hann, Faðir, í þínar hendur fel ég anda mín, svo lagði hann höfuðið á herðar sér og gaf upp andan fyrir mig og þig. 3 daga var hann í gröfinni og í helju, og við ætlum ekki að fara út í það hvað gerðist þar, en hann leyst úr varðhaldi þá sem voru bundnir í Gamla testamentinu og voru í helju, en hann reis upp á 3. degi. Jesús sem mesta undur sem til og hefur nokkuð tíma verið til. Hann var í upphafi hjá Guði, hann kemur inn sem hold, hann deyr á krossi og hann rís upp og hann í 40 daga meðal lærisveina sinna að kenna þeim og uppörva þá, og á einum tímapunkti þá birtist hann 500 lærisveinum í einu. 500, og hann með þeim. Þeir sjá hann upprisinn, þeir sjá hann getur borðað, hann gengur í gegnum veggi. Þetta líkaminn sem hann býður okkar, kæru vinir. Þetta líkaminn sem býður þín. Stórkostlegt. Og lærisveinarnir þegar Jesús upphafinn, þá fara þeir út með þennan boðskap fagnaðarins, þvílíkur boðskapur. Sá sem skapaði allt og gerði allt og bjó til þessa veröld, hann kom inn í hana, hann dó fyrir mig og þig, hann getur gert þig að barni Guðs að nýju. Með öllu því sem hann gerði. Það sem þú þarft að gera að taka við. 17 ára tók ég við þessum boðskap inn í mitt hjarta og líf mitt gjörbreyttist þetta að fjölskylda mín, börnin mín, pabbi og mamma og allir í kringum mig fengu að upplifa fagnaðarerindið að ég bara sagði það á einfaldan hátt. Og þannig þurfum við að fara út með þetta fagnaðarerindi. En Pétur sem sagði þarna, Herra, hvernig get ég farið frá þér? Þú hefur orð eilífs lífs. Tíminn líður og Jesús kominn að því að fara á krossin. Og áður en það gerist, þá hafði Pétur á einum tímapunkti í Matteus 20 komið til Jesú og sagt við hann, hversu oft á ég að fyrirgefa bróður mínum? Og áður en að Jesú fær tækifæri til að svara, þá segir hann alltaf 7 sinnum. Og Jesú segir við hann, nei, Pétur ekki 7 sinnum, heldur 70 sinnum 7. Þetta er alltaf að vera tilbúin að fyrirgefa. Þú segir að Guð fyrirgaf mannkyninu með að koma sjálfur, ekki bara fyrirgaf, heldur tók hann á sig brot þess brotlega til þess að hann mætti aftur finna líf. Og í gegnum árin þá hefur þetta hjálpað mér rosalega að skilja fyrirgefninguna. Og Pétur lendur í því, rétt fyrir dauða Jesú á krossinum, þá sá hann að tala hann að fara á krossin og þá segir Pétur, ég mun ekki svíkja þig, ég mun aldrei hafna þér og fer inn í þennan gírinn, ég. Og svo Jesús handtekinn og hann lendir í þessum kringumstæðum þar sem hann spurður að því, mitt í þessum erfiðleikum, býtu, ert þú geitna fylgjendum hans? Þá rekkur hann við og fyrsta sem rekkur út og hann, nei, ég þekki hann ekki. Og 3 sinnum rekkur upp úr þessu orði einhver ákveðna pressu og þrýsting og nei, ég kannast ekki við hann. Og svo gól hann, eins og Jesús hafði spáð fyrir Og þvílík sorg í lífi Péturs og erfiðleikar, enda átt hann í erfiðleikum með að trúa því að Jesús var upprisinn. Og þegar Jesús var upprisinn, þá voru örugglega erfitt að hitta hann. En á einhverjum tímapunkti, og Biblían segir, þá mættust þeir 2. Og Jesús læknaði sár Péturs, reist hann á fætur aftur. Og við sjáum á hvítasunnudag eftir að Jesús uppnuminn, þá Pétur að predika og það eru 3000 einstaklingar sem eignast lífið í Guði á einu augabragði. Þvílík kempa og hetja og síðan hélt hann áfram. Hann upplifði fyrirgefningun á stórkostlegan máta. Og fyrirgefningin að fyrirgefa ekki getur verið þröskuldur í lífi okkar því það er algjörlega í andstöðu við það sem að himinin segir. Þegar Jesús segir við Pétur, þú átt alltaf að vera tilbúin að fyrirgefa Pétur, þá er hann fyllilega kunnugt líkamlegar afleiðingar, sálalegar og andlegar afleiðingar þess að fyrirgefa ekki. Og ég man eftir því fyrir mörgum árum síðan í Reykjavík á læknaráðstefna
sem er ekki frásögu færandi, en á þessari læknaráðstefnu þá var viðtal við læknin í gegnum sjónvarpið, ríkissjónvarpið, og hann var spurður eitthvað út í læknaráðstefnu og ég man hann sagði þessu orð, þetta eru mörg ár síðan. Mér minnir að það veri 80% en það var mjög stórt hlutfall, sagði hann, af sjúkdómum sem við erum að glíma við í dag eru svona sálar og andlegs eðlis. Nota ekki kannski orðrétt þessu orð sem ég er að segja, en þau eru tilkomin vegna þessa. Við lendum í krísu, við lendum í áföllum, við lendum í einhverju togstreiti. Lífið er bara þannig að þegar við göngum í gegnum það, þá er óhjákvæmilegt annað en við rekumst á eitthvað. Og þá er spurning hvernig tökum við á því? Hvernig eigum við það þegar við lendum í einhvers konar broti? Ég man þegar ég var að starfa í kristilegu starfi, nýkomin til trúar, kannski svona 18 ára gamall, og vorum að starfa í Reykjavík og þar var hópur og voru svona með trúboð í gangi og leiðtogi inn í þessum hóp, ég deildi með honum hugmynd, hvernig við ættum að, ég man ekki nákvæmlega hvað hugmyndi gekk út á, skiptir ekki máli, hún leist alveg frábærlega vel á þessu hugmynd og ég var mjög bara ánægð með það og komið fram með einhverja hugmynd og svo voru allir kallaðir saman og það var fundur og þá deilir hann þessari hugmynd og segir sko, ég fekk þessa hugmynd og deilir henni alveg eins og hann hafi fengið hana og ég sit út í sal og hlusta og ég bara lamað, ég hugsaði mig, ég var að segja þetta og ég var í marga daga svona smá þess að glíma, ég þorði ekki einhvern veginn að tala við hann, en það eina sem ég gat gert var bara fyrirgefðu. Ég hefði getað látið þetta grassera ennþá lengur og orðað einhverju sári þess vegna í lífi mínu, en það liði einhverju dagar og ég bara, ok, það bara að gleyma þessu. Og það þurfti smá átök til að gera það, en það fór út mínu lífi og truflaði mig ekki meira. Það kom maður til mín ekki löngu síðar og sagði við mig, ég er að byrjaður í nýrri vinnu og það er þannig að þegar ég var ungur strákur þá var ég uppnefndur alltaf og einhverju hluta vegna eru einhverju þarna af þessari nýju vinnu sem eru byrjaðar að uppnefna mig þessu sömu nafni, sama nafni sem að ég vildi ekki að ég væri uppnefndur með. Þetta er búið að pirra mig, vikurnar og mánuðirnir liðu í vinnunni hjá honum og hann kom til mér þegar hann var alveg gjörsamlega búinn að því. Ég þoli ekki þennan einstakling, það var einn ákveðinn aðili, ég þoli hann ekki. Og ég er með hugmyndir að taka hníf og skera á dekkið á bílnum hans þarna úti á bílaplaninu. Og það var bara, hann var alveg hérna bara. Og ég sagði við hann þú verður að fyrirgefa, þú átt trúna. Bara fyrirgefa honum, byrja að biðja fyrir honum, og það var rosa erfitt. En þegar þú byrjar að segja, Guð, ég fyrirgefa honum, Guð vildi gefa mér styrk til að fyrirgefa honum, þá fyrir líka að geta séð, þú eru raunverulega fyrirgefa honum, fyrir kannski að sjá brotins brotlega í rétta ljósi og sjá hann og geta hjálpa honum. Með því að fyrirgefa einhverjum ert þú ekki að réttlæta brot hans á nokkurn hátt. Guð var ekki að réttlæta brot okkar með því að fara á krossinn. Ef einhver brýtur gegn mér og ég fyrirgefa honum, ég er ekki að réttlæta brot hans. Hann verður sjálfur að eiga við það í sínu lífi og kannski veldur það mikilli skemmd í hans lífi að hafa verið þannig karakter eða þannig persóna. Kannski gerði hann eitthvað sem var óaðvitandi, hefur engin áhrif á hann, kannski gerði hann eitthvað sem var alveg vísvitandi, eins og þessi maður gerði á sínum tíma þegar hann stal þessari hugmynd og hóf upp sjálfan sig á kostnað einhvers annars. Og þessi félagi minn, hann náði að vinna bug á þessu, en ég hitt hann þó nokkuð mörgum sinnum til að bara komast í gegnum þetta. Og þannig getur, Biblían talar það í orðskviðunum meðal annars, að dapurt geð skrælir beinin. Þannig að við getum með því að vera í þessu ástandi, þá hefur það líka áhrif bara á líkamann okkar. Þú veist að vera alltaf þungur, að vera alltaf beiskur eða bitur, ég fyrirgef ekki, þá orsakast það getur verið þunglindi, það getur verið magasár, það getur verið bara gigt, það getur komið svo margt inn í líf okkar ef við viðhöldum þessu ástandi. Það voru einhverju læknar sem tóku saman af hverju maðurinn lifir ekki lengur en hann á að gera líkamlega, því að samkvæmt vísundum ætti hann að geta lifað yfir 100 eða 100 ára gamall allavega, en hann er að deyja töluvert fyrr en það. Og ein af 5 ástæðum sem þau nefndi var einmitt þetta, að hann er í togstreitu, hann er í stressi, hann er í bitur, hann er ekki að lifa í friði. Og það er einn af þessum hlutum að, þú veist, þegar við erum í Guði, Drottinn er minn hirðir, mér mun ekkert bresta. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast. Þú veist, ég
Ég læri að hvíla í Guði. Það er áreiti í heiminum, en ég læti ekki ná tökum á mér. Það getur stundum verið erfitt, en það er hægt. Af því að Jesús er með okkur í liði, við eigum hann innra með okkur og sá sem í mér er, en meira er sá sem er í heiminum. Ég meina þetta er alveg, ég var að tala fyrirgefningu í Skálholti fyrir mörgum árum síðan, það var námskeið þar, og þá kemur til mín ungu maður eftir námskeiðið og segir við mig, heyrðu, bara þakka þér fyrir þessa ræðu, þú bjargaðir eiginlega lífið mínu. Og ég segi, hvernig má það vera? Jú, sagði hann, þegar þú varst að tala fyrirgefninguna, þá sá ég það hvernig líf mitt var að breytast. Því að það er nefnilega þannig að ef þú fyrirgefur ekki einhverjum eitthvað og þetta, þá getur sá viðkomandi, hann getur myndað svona ákveðin fókus í lífiðinu. Þú ert alltaf upptekinn á honum og þú getur ósjálfrátt farið að líkjast honum. Og þannig var það í þessu tilfelli, hann átti 2 börn á þessum tíma, giftur, nýkominn á þann stað og pabbi hans var áfengisjúklingur, fór illa með áfengi og hann lagði hendur á mömmu sína og það var mikið ástand og erfitt ástand á heimilinu. Þegar hann fer að heimilinu, þá eiginlega sórar þess heit, ég ætla aldrei að fyrirgefa pappa, aldrei. Þegar hann er búinn að gera það slæma hluti, ég fyrirgefa honum aldrei. Og það var svona fókus á pappan. Og þegar hann byrjar að stofna fjölskyldu og byrjar að ala upp sín börn, þá smátt og smátt er eins og hegðun pappans fara að speglast inn í líf hans. Hann fer að tuska krakkana til, hann fer að leggja hönd á konuna sína og á þessum tímapunkti er hann á þessu námskeiði. Og hann segir bara, ég bara verði eins og pappi. Og ég sagði, þú verður að fyrirgefa. Já, þess vegna sagði ég, þú ert að bjarga lífið minn, ekki ég, en fyrirgefningin, boðskapurinn lífið, fyrirgefninguna, er svo sterkur, þannig að hann ákvað að fyrirgefa pappa sínum, ekki að réttlæta brotið hans, en hann ákvað að fyrirgefa honum, þá er hann að losa sig frá þessari byrði að þurfa að halda henni hér inni, losa sig við þessa byrði og þá bara léttist líf hans. Tók kannski einhverja daga, stundum tekur að lengri tíma, stundum ekki styttri tíma. Þannig að hann bara svona, og svo var hann algjörlega frjáls og stemdi alltaf rátt heldur pappinn. Ég ferði líka að það var predikari sem kom hérna fyrir löngu síðan og hann hafði mikið með svona, fekk mikið að þekkingarorðum. Hann var alveg ótrúleg blessunin í líf mitt og hann heit Ken Wright. Hann var frá Nýja-Sjálandi og var verkfræðingur. Og hann sagði mér sögu sem fór aldrei úr kollinum á mér síðan. Hann var kallaður á sjúkrahús og það var kona sem lá bara ekki dánaleguna en hún var mjög illa farin og hún versnaði alltaf bara smátt og smátt. Hún var nánast lömuð, ekki alveg, gat lítið sér hreyft og það var ekki hægt, þeir skildi ekki hvað var að. Þannig að hann kom að beðinu og bað fyrir henni og sá sýn. Og sýnum að þessi, hann sá barnavagn, litla stúlku með barnavagn og hún missir barnavagninu á undan sér og hann lendir á svona kantsteini við götu og fer yfir, rúllast yfir. Og hún reynir að rifja upp stúlkan og móðurina var hérna með henni, hafi komið með hann. Og þá allt í einu uppgötast fyrir þessari stúlku. Já, nú man ég þetta. Atvikið þegar hún var að passa lítið barn, vinkona mömmunnar kom í heimsókn, hún var með barnavagn eða kerru, hún var að passa þarna fyrir utan gluggann. Einhverjum vegna tölvur brekka þarna, hún fer á steinið upp og missir barnavagninu úr höndum sér. Hleypur hún eftir barnavagninu sem rúllar niður að 8 götu sem var einhver umferð á, lendir þar á kantstein og fer yfir. Konurnar 2, mamman og hinn sem var í heimsókn horfa á þetta, hlaupa náttúrulega strax út og koma að þessum atburði og barnið er tekið upp og það er algjörlega óskattað og ekkert hafði gerst, en mamman tekur dálítið óvitilega á dótturinni sem var náttúrulega bara algjörlega í sjokki. Hún skammar hana og fer svona dálítið illa að henni og það myndaðist þannig sár hjá þessari konu, hún gat eiginlega aldrei fyrirgefið mömmu sinni. 13 ára gömul og hún flutta heiman, byrjaði að lifa sínu eigin lífi. Þannig að tímarnir liðu og hún gat aldrei litið mömmu sinni einhvern veginn í rétti ljósi. Og þetta svona upplýst þarna á þessu sjúkrabeði, sér þetta allt saman, að þetta byrjaði á þessum tímapunkti. Þannig að hann er með rétta ráðgjöf þessi maður, guðlegur maður og það er beðin bæn og það er fyrirgefning í gangi. Það liðu 3 dagar. Þannig að hún var farin að, orðin allt önnur manneskja.
nokkrum dögum síðar útskrifaði á sjúkrahúsinu. Hún var svo gjörsamlega föst einhvern veginn og meinið var falið. Hún hélt áfram einhvern veginn að búa til í kringum það. Á elliheimili fyrir mörgum árum síðan, við vorum með stund, þá gleymi ég því ekki, það var maður sem var allan tíma með frekar svona grimmilegt og þungt andlit. Svo ég ákvað strax eftir samveruna að fara til hans, settist til hliðina á honum og hvort það var allt í lagi og svona, og þá kom í ljós að hann hafði ekki talað við bróður sinn hvort það var 30 ár. Og ég sagði, af hverju? Ja, við bara, og hann mundi ekki atburðinn. Það voru svolítið einhverjir atburðir, en hann var búinn að gleyma því, en hann skildi ekki tala við bróður sinn. Og þetta eru svona kannski ekstrím eða öfgadæmi sem ég er að segja, en til að útskýra það betur, hvað skiptir gríðarlega miklu máli að vera fyrirgefandi í lífinu. Og við verðum fyrir þannig áreiti að við þurfum alltaf að nota þetta að fyrirgefa. Og svo er það annar kafli líka, stundum er svo erfitt að fyrirgefa sjálfum sér. Þú veist, ég ger eitthvað sem ég átti ekki að gera eða segja eitthvað sem ég átti ekki að segja og þá þarf ég að hafa þá auðmýkt og einlægni að geta sagt við þá sem í kringum eru, þann sem ég tala við fyrirgefi, ég meinti þetta ekki svona og rétta hönd eða hvað nú er. Stundum lendum við í þeim aðstæðum að við getum ekki beðist fyrirgefninga, það er ekki hægt, viðkomandi ekki tekur ekki við fyrirgefningu, en þá fúll út í okkur eitthvað, þá erum við bara að segja, Guð, ég þakka þér fyrir að þú búin að hjálpa mér að fyrirgefa, ég blessa þennan einstakling, byrjar að biðja fyrir honum og hlutir munu vissilega að fara að gerast. Þeir munu vissilega að fara að gerast. Því að sjáu þið til eins og ég sagði í upphafi, hann var hjá Guði, orðið var hold, þetta er þvílíkt kraftaverk, þvílíkt líf sem var til á jörðinni og þetta líf býr innra með mér. Og þegar ég lendi í þessum mannlegum kringumstæðum, þá var ég mikið betur settur heldur en ég væri ekki með þetta líf innra með mér. Ég er margfalt mikið betur settur því að bæði hef ég kompásinn í lagi, þú veist, ég veit ég á að fyrirgefa og hann gefur mér styrkinn og stuðninginn til þess að fyrirgefa og til þess að fyrirgefa sjálfu mér. Mér hefur orðið á í messunni og stundum getur maður átt í glímu við sjálfan sig að fyrirgefa sjálfum sér, en leiðin er greið með Guði, það get ég sagt ykkur. Og Guð þráir, hann kom hingað til jarðarinnar ekki bara til að gefa mér nýtt líf og fyrirgefa mínar syndir, hann þráir að þú lifir svona næktaríku lífi, að þú lifir í velgjörðum hans. Og nú er ég ekki að tala um að þú er endilega verið eitthvað rosa ríkur eða rosalega þetta eða hitt. Guð horfur á þig sem einstakling. Ég meina það er fullt af fólki sem á rosalega mikið af peningum í dag, en það er óhamingjusamt. Það er bara gjörst, það er óhamingjusamt. Það er fullt af fátæku fólki í dag sem er nægjusamt og á uppfyllt líf. Kristur skiptir þær öllu, þar sem þú skilurðu. Það er hann sem gefur lífinu tilgang, það er ekki peningurinn. Ef það er peningurinn sem gefur lífinu tilgang, þá þú veist það, peningurinn er rót allsins illa. Við getum notað það til hins góðs, en ef hann fer að stjórna lífi okkar, þá erum við komin á slæman stað. Þegar ég var pastor í veginum á svona tíma, þá kom einn til minn, ég var með tíma þar sem fólk hatt komið og hann kom einn til minn og hann kom með 50 kall til minn og sagði, langar að biðja að blessa hana 50 kall, ég ætla að kaupa lottó með það. Og ég sagði, ég get það nú ekki, en get alveg blessa hann, en hamingjan byggist ekki að því að þú fáir einhvern haptrættis með það. Hamingjan byggist að því að þú fáir að upplifa Jesú. Og stundum það þannig með Mörtu og Maríu, eins og við sjáum í Nýja testamentinu, þegar Jesús kemur að fara að reisa Lasarus upp frá dauðum. Hugsið ykkur, hann er búinn dáinn 4 til 6 daga og komið nálykt á honum og hann er að fara að reisa Lasarus upp frá dauðum. Hann veit það sjálfur. Marta og María vita það ekki og Marta segir og það er reynd að segja það báðar, ef þú hefði verið hér fyrr, þá hefði þetta ekki gerst. Og Jesús segir við Maríu, Mörtu fyrst, ég er upprisun á lífið, sá sem trúir á mig mun lifa að eilífu. Já, ég veit það. Þegar þú kemur, þá er allt miklu betra, þegar þú kemur í skýjum heiminsins. Okkur hættir til að svo mikið, og nú er ég að tala dálítið til sjálfs míns og ég hef verið að vinna dálítið með þetta í mínu eigin lífi, að skjóta hlutum inn í fortíðina eða inn í framtíðina.
ef ég hefði nú er ég kannski ekki að tala í mínu samningi, en margir hugsa þannig, ef ég hefði nú bara farið í langskólanám, eða ef ég hefði nú bara gert þetta, eða ef ég hefði ekki kynnst þessum vinum, þá hefði ég ekki lent í þessum ógöngum. Þannig að við erum dálítið þar og við erum dálítið að rifja upp kannski ef þetta hefði verið svona og hinsegin, staðan verið að lifa í núinu og þakka Guði fyrir að hann búinn að fyrirgefa með fortíðina. Ég þarf ekki að líta betur meiri í bakspegilinn, við lærum af því sem við erum búin að ganga í gegnum, geta rifjast þetta atburðir og allt í lagi með það, en við erum að horfa í núinu, við erum að taka trúinni núna, að taka á móti því sem Guð er að gefa okkur. Svo eru svo margir sem horfa fram í tíma líka og segja býtu eins og þessi, ef ég fengi nú 2 milljónir, þá er bara lífið allt annað. Eða ef bara, þú veist, ef ég myndi eignast þetta, eða ef þetta myndi gerast. Og Guð kannski vill láta þetta allt gerast, en ef við ætlum að lifa þar, við erum í dag er dagurinn í dag. Í dag er gleðidagur. Í dag er náðardagur. Á morgun verður það líka, en við lifum í deginum í dag. Og allt hjálplegsverk Guðs er í dag til staðar fyrir mig og þig. Fyrir mig og þig. Þú veist, opinberun hans er hér í orðinu og þess vegna skiptir svo miklu máli. Þetta er okkar, þetta er okkar matur. Þannig ég hvet alla til að nema orðið, lesa orðið. Því meira sem þú lest orðið, þú veist, því meira sáðkortum þetta setja inn í lífið þitt til þess að blessa þig, opna upp nýja hluti fyrir þér. Hér eru allir leyndardómar Guðs skráður og skrifaðir, allir. Og hugsaðu ykkur bara þessa setningu sem ég las í upphafi, hugsaðu ykkur dýptina í þessu. Í upphafi var orðið. Vá! Og orðið var hjá Guði og orðið, það var Guð. Og þetta orð var hold og bjó á meðal okkar, þvílík viska. Og allir hlutir eru til orðnir fyrir þetta orð. Og öllum þeim sem tóku við orðinu frá honum, gaf hann rétt til að vera börn Guðs. Og ég ætla að enda með þessu, ég er barn Guðs. Ég er barn Guðs í dag. Og það getur enginn tekið frá mér þessa fæðingu til þess að ég gat orðið barn Guðs sem að gerðist þegar ég var 17 ára gamall. Þá fæddist ég að nýju, ekki fyrir einhverja utanaðkomandi hluti, heldur fyrir orð hans og anda. Fyrir orð hans og anda, þá bara gerðist eitthvað sem er eilíft innra með mér. Og nú er ég alltaf hans að eilífu. Ég er fæddur inn í hans veröld, eins og við sungum hér áður. Það er ekkert sem getur slitum úr hendi Guðs. Ekki hið ókomna eða komandi, ekki vítir, dýftir, hæðir, englar eða hvaða nú er. Þú veist, ég er barn hans. Og bara, þú veist, já, börnin mín sem eru búin að fá að upplifa það sama, 12 barnabörn núna, þú veist, það var bara þvílík blessun. Guð, hann þráir meiri nokkuð annað af því að það var hans áætlun í upphafi. Þáttur að hann sé stór og mikill og yfir allt hafinn, þá var þessi eiginleiki að koma eins og hann kom inn í mitt líf 17 ára, þá horfir hann á þitt líf í dag og líf okkar allra og hann er það er allur heimsins her með þér. Lærðu að stíga út á orðið, trúa, treysta, lifa fyrirgefandi lífi, blessa þá sem bölva þér eða er á móti þér eða hvað það er, þá bara biðjum við og við förum í gegnum lífið á þessum léttu skrefum fyrirgefningarinnar. Ekki á okkar eigin þunga mætti og við ætlum að gera þetta allt saman, þó okkar vilji skiptir öllu máli þarna, þá skiptir öllu máli að hvíla í honum. Hvíla í honum, ganga inn í þessa hvíld, vita það, hann er alltaf með þér. Nóttunni, þú vaknar upp á deginn, vaknar upp á nýjum degi, náð hans er með þér hvern einasta dag. Þannig að ég vil bara nota tækifærið og þakka fyrir mig og bara blessa ykkur inn í þennan dag og þessa viku sem framundan er, blessa þessa kirkju. Drottinn Guð, ég bara bið í Jesú nafni að þessi kirkja megi fyllast af fólki, Drottinn Guð. Allir þessir útlendingar sem búa hérna, allir þessir Íslendingar sem búa hér, Drottinn minn, í Reykjanesbæ og hérna alls þar í kring, við bara biðjum þig í Jesú nafni núna, Drottinn Guð, að vitja allra heimila. Vitja, Drottinn, einstaklinga, hvað sem þeir eru, Drottinn minn, gefa drauma, gefa sýnir, Drottinn minn, mynda neistan til að byrja að nálgast þig, Drottinn. Við biðjum vakningu, Drottinn, hér á þessu svæði. Þakka þig fyrir, Drottinn minn, að andi þinn er að verka í dag og þessum tímum er andi þinn að starfa alla veröld, Drottinn. Við erum að heyra vakningu á svo mörgum stöðum
og við segjum bara vakning hér í Keflavík, í Reykjanesbæ, vakning, vakning, Drottinn minn, til náðar þinnar, til köllunar þinnar, Drottinn Guð. Við þökkum þér fyrir það að þú ert með alla hluti undir stjórn í dag, alla hluti. Og þú munt koma aftur í skýjum heimins, Drottinn minn, og við væntum þess dags. Og við þökkum þér fyrir að sá dagur kemur, Drottinn, og fyrir þá von sem þú hefur gefið í brjóstu okkar, Drottinn. Ný sköpun í þér. Blessaðu forstöðufólki hérna, Kitta og Dísu, Drottinn minn, og alla sem starfa hérna með þeim. Í Jesú nafni. Amen.